12. desember. Jippi! Fyrsti jólasveitnin komin til byggða! Börnin búin að fá í skóinn í fyrsta skipti þetta árið. Stekkjarstaur búin að gefa öllum börnum í skóinn en ásamt nóg eftir í pókanum sínum. Eftir næturbröltið vill hann bara röltum í miðbænum og skoða sig Stekkjarstaur ætlar að labba yfir götuna á gangbraut eins og á að gera, en bílarnir stopp ekki fyrir honum. Það eins og bílstjórarnir sjá hann ekki. Hvað að gerast? Allir bílstjórarnir virðast vera að horfa á lærin á sér í staðinn fyrir að horfa út bílrúðuna. Hvað svona merkilegt að gerast á lærunum á fólki og af hverju eru andlit bílstjórana upplýst? Lampi í kjöltunni á bílstjóranum sem þeir eru að horfa á? Loksins stoppar einn bílinn fyrir honum. Bílstjórinn leit upp og stoppaði og gaf Stekkjarstaur merki að hann gæti gengið yfir. En á meðan hann gekk yfir, þá leit þessi bílstjóri líka á lærin sín og andlitið lýstist upp. Hvað eiginlega að gerast? Hugsaði Stekkjarstaur. Hann leit inn í bílinn og sá að bílstjórinn var að horfa á farsímann sinn sem hann var með í kjöltunni. Allir orðnir brjálaðir? Hugsaði hann. Hvernig dettur fólki í hug að horfa á skjá á sama tíma og þau aka bíl? Þurfa bílstjórar ekki lengur að horfa út gluggann þegar þeir keyra? Þeir gætu lent í árekstri, já, eða skjárekstri. Stekkjarstaur fannst þetta fáránlegt, en fannst samt gott að vita að þó svo að hann sé við gangbraut, þá ekkert víst að bílarnir stoppi. Hann gekk lengra og kom að annarri gangbraut. Í þetta skiptið stoppaði fyrsti bílinn fyrir honum. Stekkjarstaur horfði í augun á bílstjóranum sem horfði tilbaka í augun á Stekkjarstaur. Bílstjóranum var sennilega nokkuð brugðið að sjá alvöru jólasvein labba yfir götuna. En bæði Stekkjarstaur og bílstjórinn brostu til hvors annars og þá vissi Stekkjarstaur að bílstjórinn sá hann og myndi ekki keyra af stað fyrr en Stekkjarstaur væri komin yfir götuna. Stekkjarstaur gekk lengra og áður en langt leið var hann umkringdur börnum sem vildu fá að kíkja í pókan hans. Sem betur fer var nóg af mandarínum í pókanum sem Stekkjarstaur gat gefið börnunum. Hvers vegna gott að ná augnsambandi við bílstjóra áður en maður labbar yfir gangbraut?